Já, komið sælir kæru hlustendur, þá hafinn nýr skemmtiþáttur hér á útvarpi Sögu sem að verður að vaska á 50 dögum milli 1 og 3 og Gunnar Ásgeirsson og Rökkvi Vésteinsson hérna. Og þetta svona skemmtiþáttur sem við ætlum að vera með svona að reyna að létta lundina hjá fólki og að gera það alveg að bestu getur, það ekki? Jú, ætlum allavega ekki að koma með brjálaðan pistil kvótakerfið. Nei, það er valin maður í hverju horni hér. Já. En við verðum með svona skemmti og afþreyingar þátt og fáum góða gesti til okkar og verðum með svona hluti eins og kvikmyndagagnrýni og nördahort sem við fjallum málefni nörda. Já, og svo í dag ætlum við svona svolítið að gera Leon C að umræðuefni og spjallum hennar nýjasta lag og svo að seinni klukkutímanum kemur hann Þorsteinn Guðmundsson leikari og Svalbarði í heimsókn til okkar. Þannig að að gera fylgjast með því öllu saman. Já, Ingo og Veðurguðinni syngja hér þannig að drífu sig fíla bara kompani og kvóta. En hérna, ég verði að segja frá smá pínlegu sem kom fyrir mig í vinnunni. Já. Það var alveg hryllilegt. Já. Margt pínlegt komið fyrir mig að þetta rankar í topp 10 held ég. Já. Að hérna, ég er bara að fá mig kaffi og það er lögfræðingur á vinnustæður mínum sem er náttúrulega ónefndur vinnustæður, það vil engin vinnustæður vera bendlar við mig. En hérna er svona lítil pen dama sem er lögfræðingur og hún kemur og spyr mig svona, Rökkvi, horfir á klám? Og ég bara, já. Ég var að reyna að leita því á YouTube atriðan með svipuna sem hann er Indiana Jones búningnum eitthvað og ég bara svona, ok svona svolítið hissa. Já. Það eiginlega ekki klám á YouTube, það er eiginlega bannað, þú er eiginlega bara að fara á klám síður til að leita klámi. Hún bara, ha? Já, varst ekki að leita einhverju klámi? Ha, nei, klán, þarna þættirnir. Já, dönsku þættirnir. Þá var hún að leita einhverju atriði með Indiana Jones og svipu eitthvað úr klán á YouTube. Já. Og ég var bara, já, klámatriði með Indiana Jones búning og svipu. Já, En já, hún Leon C. Já. Hún er vanmyndin persóna. Já, það var nú verið að tala misbeitingu valds hérna og ósangirni á þann kvótakerfinu. Já. Finnst nú ekki síður málefni hvað hún hefur ekki fengið það sem hún á skilið á Íslandi. Nei. Allt og vanmetin. Já. Já, það er svona, þú skrifaði til hennar að vera það ekki opið bref. Jú, nefnilega, Leon C er náttúrulega tónlistarsnillingur og bara snillingur almennt og hefur bara ekki fengið það hrós eða það umfjöllun sem hún á skilið á Íslandi. Og ég held að sumt í hennar ferli hafi svona svolítið einhvern veginn ekki farið á réttan hátt og ég hef náttúrulega alltaf mikið áhuga á því að koma henni á framfæri og láta henni að fá það sem hún verðskuldar, þannig að ég hef alltaf haft mikið áhuga á því að reyna að hjálpa henni með hennar feril og einu sinni þá skrifaði ég bréf til hennar til þess að svona reyna að leiðbeina henni og koma henni svolítið á sporið með hvað hún mætti gera betur. Já. Náttúrulega ekki í sambandi tónlist, því að það er alltaf hægt að gera hana betur. Nei, maður segir ekki Leon C hvað hann á að gera í tónlist. En allavega þá skrifaði ég hérna bréf til hennar fyrir nokkrum árum sem var svona: Yðar hátign, mig langar til að benda yður á mikinn misskilning sem þér hafið oft haldið fram eða það að þér sé mismunað hér á landi vegna þess að Íslendingar séu rasistar. Íslendingar eru mjög langt frá því að vera rasistar, erum þvert á móti mjög hrifin af útlendingum. Fjöldinn allir af íslensku kvenfólki hikar nú til dæmis ekki við að hoppa upp í rúmið með alls konar útlendingum sem koma hingað. Sérstaklega þó kannski frönskum sjóurum. Þetta er meira að segja svo áberandi að flugleiðir hafa auglýst sérstakar one night stand ferðir hingað til Íslands. Ef þú trúir mér ekki, bið ég yður vinsamlegast að líta inn á píanóbarinn einhvern tímann fljótlega. Þetta er náttúrulega fyrir nokkrum árum þegar píanóbarinn var uppi. Já. Svo heldur þetta áfram hérna. Íslenskir karlmenn eru jafnvel framar landsystrum sínum í þessum efnum. Þeir hafa svo mikið álit á asískum konum að fjöldin af þeim er tilbúin að ferðast hálfa leiðin yfir hnöttin bara til að finna sér konur í Tælandi og Filippseyjum. Sumir eru meira að segja svo sannferður tælenskra kvenna að þeir eru tilbúinir að panta þeir úr bækling þó þeir þekki þær meira að segja ekki neitt. Þess vegna er það nú af og frá Íslendingar séu rasistar. Það er hins vegar mikið rétt að yður hefur verið gróflega mismunað hér á landi og þér hafið ekki fengið þá virðingu sem tónlistarsnillingi eins og yður sæmir. Ástæðan er bara svo að Íslendingar, þó þeir séu ekki rasistar, eru með mikla og rótgróna fordóma gagnvart kóngafólki. Þar sem þér eruð prinsessa, verðið þér illa fyrir barðina á þessu. Íslendingar voru nefnilega undir danska kónginum í mörg 100 ár og þurftu að þola af honum kúgun og valdníðslu. Við vorum til dæmis pínd til að kaupa ormétið mjöl af dönskum kaupmönnum á okurverði svo öldum skipti.
Þetta hafa Íslendingar aldrei alveg fyrirgefið og hata þar af leiðandi allt kongafólk, þar með talið indverskar prinsessur. Það voru sem sagt mikil mistök í markaðsetningu yðar að upplýsa fyrir þjóðinni það að þér værið prinsessa. Ef sú mistök hefðu ekki verið gerð, get ég lofað yður að þér værið stærsta popstjarna Íslands og öllum væri skítsama Birgittu Haukdal. Og í framhald þessu bréfi sem ég skrifaði á lámenning.is fyrir nokkrum árum, þá mitt breytt úr nafnu sínu úr indverska prinsessan í Icy Spicy. Já. Þannig að ég hef lagt mitt að mörkum til að reyna að hjálpa Leonsi. Já. Og við viljum enn fremur gera meira af því núna í þessum þætti. Já, við erum búin að aldrei skoða nýjasta lagið sem að gerði garðinn aldrei frægan á YouTube hérna fyrir þeim mánuðum eða svo leiðis. Já, svo kom reyndir einhver öfundsjúkur maður og merti það sem inappropriate, þannig að þú varst að logga þig inn á YouTube til að mega skoða. Já. Fantalega gert. Já, nákvæmlega og textinn í þessu lagi, hann veður úr einu í annað, má ég eiginlega segja. Já, þetta nefnilega svolítið erfitt að skilja, því þetta byrjar á ég ellileg kona með ellilegar þarfir. Já. Hún talar hann hvað hún sé orðin gömul. Já. Og svo fer hún bara að tala með einhverja hjálpardúk og eitthvað klám. Þannig að ef hún kannski bara skella lagin á og hlusta á þetta. Skulum heyra í nýjasta laginu Leonsi og svo komum við hérna aftur og aðeins spjallum meir þetta. Já, Icy Spicy Leonsi söng þarna engin þríkantur hér og þurfið að hlusta útvarpsþáttinn hinn eina sanna útvarpi sögu og við ætlum að setja hana með ykkur til klukkan 3 í dag og seinni klukkutímann kemur hann Þorsteinn Guðmundsson í viðtal til okkar, uppistandari, grínistri, leikari og ég veit hvað. En tölum aðeins lengur Leonsi. Já, þetta var náttúrulega snildarteksti, en mér fannst það eins og við sögðum á hann. Hann hljóp úr einu þema, sem sagt, ég ellileg kona með ellilegar þarfir. Í einhverja leikugúmmídúkku eða leigugúmmídúkku eitthvað svona. Já. Og ég held svolítið að náttúrulega Íslendingar eru nú dóna þjóð, en samt sumi okkar eru nú viðkvæm fyrir svona klámi. Og hún fekk náttúrulega flaggað sem eitthvað adult þarna á YouTube fyrir að hafa þetta klámteksta. Þannig að ég og Gunni við vorum nú að hugsa svolítið hvort við getum ekki bætt textan og svona beint henni inn á einhverja braut sem hún myndi fá að njóta sín eins og hún ætti að gera og Íslendingar myndu kunna meta textan eins og hann ætti að vera metin. Þannig að maður spá í að bara klára þetta konsept, ég ellileg kona með ellilegar þarfir, kannski búa til nýjan texta, það sem að það kemi þá bara fram og fengi að njóta sín. Já, við nefnilega einmitt fórum svolítið yfir henni texta og eins og vorum að segja að þessi texti veður úr einu í annað og þannig að já, þetta orðið svolítið skrítið en við svona, já, nákvæmlega, við kláruðum þennan texta þar sem eins og hann byrjar, við kláruðum all lagið. Já, kláruðum þetta konsept að hún væri ellileg kona og það er allt of lítið fjalla líka eldri borgara, finnst mér í íslenskri tónlist. Já. Allt of lítið. En veira kannski. Já, við skulum spila okkar útgáfu og sjá hvort að líst ekki vel á hana. Já, við svona bjuggum til útgáfa þessu lagi svona eins og við heldum á hann hafi átt að verða og það var svolítið svona auðveldlega Leonsi er náttúrulega svo mikið snillingur. Ég spilaði þetta lag sem er að hljóma hérna á hljómborð og þetta er allt saman 4 hljómar þannig að Já, náttúrulega bara bestu hljómar. Hún hefur bara valið 4 bestu hljómana. Algjörlega. Þú mig hjúka Hlustaðu á mig Ég ellileg kona með ellilegar þarfir Ég hef lifað langa ævi og lafir mikið á mér Á elli heimilinu þar jónustu frá þér Stundum þarf ég pillu, stundum þarf ég sprautu, stundum þarf ég rafstúf og stundum þarf ég stólpípu. Þú getur púlað og skyndraskatið á mér. Þú getur girt mig í stólunum, þessi göngugrind fer ekki inn hér. Stundum þarf ég pillu, stundum þarf ég sprautu, stundum þarf ég rafstúf og stundum þarf ég stólpípu. Þú getur púlað og skyndraskatið á mér.
getur gert mig í stólnum, þessi göngugrind fer ekki inn hér. Þú getur púlað og púlað og skindraskatið á mér. Þú getur gert mig í stólnum, þessi göngugrind fer ekki inn hér. Ég lappa ekki fyrr, þessi göngugrind fer ekki inn hér. Þú getur gert mig hvað sem þessi göngugrind fer ekki inn hér. Já, þetta var okkar túlkun á Leon C. útgáfunni sem að heitir í upprunalega engin þríkantur hér, en þessi útgáfa heitir engin göngugrind hér. Og við kláruðum svona þetta konsept og heldum að textin hafa átt að verða svona þegar margt óskiljanlegt í textanum hjá Leon C. náttúrulega. En ég byrja mikla virðingu fyrir það sem hún er að reyna að syngja. Hún syngur þó allavega á íslensku. Já, þetta gott effort. Og hún má gjarna nota okkar texta ef hún vill. Já, algjörlega. Þannig að ef hún vill svona, þetta má segja að þetta er svona hreinskriðað, okkar text er svona hreinskriðað af hennar texta, og ef hún vill þá bara má hún eiga bæði karaoke-útgáfuna sem ég spilaði nú á hljómborðið og líka textan. Já, það er náttúrulega synd fyrir okkur Íslendingar, við erum þekkt fyrir það að einn af okkar bestu tónlistamönnum fari bara úr landi og gefi skíti í landi. Ég myndir ef Björk væri að tala svona illa Ísland eins og hún. Og, við erum náttúrulega sýninni, það er ekki allir Íslendingar svona mikli rasistar eins og þessi sem hafa verið leiðilegi við hana hérna á landinu. Já, algjörlega, en við ætlum kannski að heyri hlustendum hérna eftir smá og að heyra svona hvað þeir hafa að segja Leon C. og kannski þessa útgáfa, hvort þetta sé kannski útgáfan sem mann þegar nota frekar til að markaðsetja sig, því að ég held allavega að þessi útgáfan, nýja útgáfan okkar sé allavega aðeins meiri skiljaleg heldur en hennar útgáfa. Já, og hún er náttúrulega ekki klámfengin. Nei, algjörlega, þannig ef hún myndi setja þetta sjálfinn á netið og Leon C. þá fengjum nú aldeilis ekki svona umfjöllunum að þetta væri eitthvað klámteksti, því að það er náttúrulega myndbandið sem var á youtube.com, það var náttúrulega bannað bara, það var flokkað sem klám, bara út að hún var hann að vesenast með í myndbandinu svona gúmidúkku. Já, dúkkuna. Já, og þess vegna ef hún hefði náttúrulega sleppt í og notað þennan texta, er ekki þessum texta sem hann hefði. Þetta er náttúrulega frábært lag. Já, algjörlega. Eins og öll lög sem Leon C. hefur gert. Já. Og náttúrulega þessi útgáfa eins og ég var að segja á hún er svo sniðugunlega sýnefnilega að hún getur verið með heilt lag sem er 4 hljómar. Já. Heilir 4 hljómar. Ég held ég get ekki komið einu lagi niður svona fáa hljóma. Geri Árni Jónsson betur, sko. Já, algjörlega. Það er búið að toppa Árni Jónsson með þessa. Já. Og þetta lag var þess vegna frekar auðvelt í spilun og þarna. Já. En einfaldlega er náttúrulega bestur. Algjörlega. Ekkert að vera að flækja hlutinum of. Nei, nákvæmlega. En eftir smástund ætlum að fá auglýsingar og svona, og eftir smástund ætlum að heyri hlustendum aðeins og heyri hvað þeir hafa að segja um þetta. Síminn er þetta 5881994 hér útvarpi sögu og þetta er útvarpsþátturinn Heini sanni sem er hér á dagskrá á milli 1 og 3 í dag. Já, þetta er útvarpsþátturinn Heini sanni hér á útvarpi sögu og við óskuðum eftir því að heyra í hlustendum áðan og síminn 5881994 og við erum búin að spjalla svolítið Leon C. og nýja útgáfi af laginu og ég var að heyra bara í fyrsta hlustenda. Út að saga, góðan dag. Góðan daginn. Góðan daginn. Herðu, þetta er náttúrulega snill til hann að koma svo upp í 4 hljóma. Já. Þið sögðu niður í 4 hljóma. Já. Já, það er svolítið munur á því. Já, ég var nú bara að meina hvað þetta væri fáir hljómar. Fáir? Árni Jónsson kann 2. Já, hann kann alltaf 2. Já. Og bankagítarinn. Og bankagítarinn á milli. Já. Já. En flest blues og rocklög eru bara 3. Þannig að náðu þessu upp í 4 hljóma er náttúrulega snill. Já, þú meinar. Já, mér finnst ég nefnilega að spila nú sjálfur á píanó og ég lært í mörg ár. Já. Og þegar maður er svona að spila lög, mér finnst ég aldrei ná þessu niður í svona að fá. Mér finnst alltaf þurfa að vera eitthvað fleiri og flottari eða svona fleiri hljómar bara. Já, þá er verið að gera grúsdúllur. En ert þú hrifinn af Leon C. Fyrst er þetta? Þetta er náttúrulega tær snild og... Já,
frábært við séum ekki með rasista hérna á línunni. Já, veistu það, þetta eiginlega meira áfall fyrir okkur að missa Leon C úr landi heldur en ef við mistum Björk úr landi. Ég alveg sammála. Já. Áttu ykkur að diska með Leon C? Já, alla diskana með Leon C. Auðvitað. Já. Og náttúrulega ást á pöfnum, þetta ætti bara að vera þjóðlag Íslands. Já, allavega hann að bæjarlag Kópavogs. Já. Ég nú svolítið svektur sjálfur að hafa aldrei fengið að vera bæjarlistarmaður Kópavogs. Það kemur að því. Já, þegar ég hljóp á Bóratskílunni þá hélt ég myndi fá að vera bæjarlistarmaður Kópavogs en ég fekk það ekki. Ég hefði þurft að hlaupa í Kópavogi sennilega en ekki Laugaveginn til þess að... Það gæti hjálpað. Já. En líka annað sem Leon C fyrir utan það að vera með frábærlega grípandi laglínur og vel spilað. Já. Þetta er góður grínari sem hún á. Algjörlega. Hún þarf reyndir að læra að setja fleiri trommutakta en það skemmir ekki í lögin sko. Já. En hvernig hún nær að vera með svona kompakt texta. Já. En hvernig myndirðu bera saman... Hún þarf að segja svo mikið og kannski hún er með texta sem að kannski fellur ekki aðlaglínni. Hvernig hún nærði á snildalegan hátt að rauna þessu einhvern veginn ofn á laglínuna. Já, eins og þegar hún segir hérna, og bara þetta eins og glímisvísið. Nákvæmlega þetta atriði. Þetta er ekki auðvelt. Þetta er ekki hvers manns. Nei, en það hefur heilt einhvern annan að gera þetta. Nei. Bubbi Mortens þegar hann var að byrja reyndar. Reiður ungur maður og hafði frá mörg að segja og hafði stutt lag til þess. Leon C er bara eins og svona ungur Bubbi Mortens. Já. Bubbi Mortens er kannski svolítið búin að tapa etsinu. Hann er svolítið svona korporate og ríkur og svona búin að kannski svona mýkjast svolítið. Já, hann er bara orðin yðnaðar sko. Leon C náttúrulega hefur ennþá þetta etsin sem maður kallar það sko á ensku. Já, og reiðina og allt þetta. Já, sem að Bubbi fór bara úr Bubbum leðan fekk pening. Já. En þetta, mér finnst alveg bara grátlegt að hún skuli hafa flutt á landi. Já, það er gott að vita að þú ert samúða fullur maður og ekki verið bjöfitans rasisti. Já, og ég bara hlakka til að heyra næsta lag með henni. Já, sömulegis, það gerum við líka. Herri, fínt er. Já, takk, bless. Okay. Já, við ætlum að heyra kannski bara í fleirum. 588-1994 ef ykkur vil tjá sig Leon C. út að saga, góðan dag. Jú, góðan daginn. Góðan daginn. Hvað segir þið gott? Er það allt það fína en þú? Já, ég hef það fínt líka. Að sjálfsögðu? Já, að sjálfsögðu, herðu. Já. Já, hún er snillingur, hún hana. Já, við sögðum það. Já, ég hef alltaf sagt það. Já. Það er bara einn og einn maður held ég Ísland sem spillir fyrir. Af því að maður heyri það hérna, þjóðin fer að hringja inn og tala að það eru allir mikið fyrir hana, við viljum fá hann aftur heim. Já, sjálfsögðu. Bara einn og einn leiðinda púki sem að eðilegur þetta fyrir henni og gefur henni þessar mynd af Íslanda við sem rasistar. Það er svona sumt fólk er bara ekki gefið svona fyrir svona fólk og svona. Nei, hvert er svona uppáhaldslægið þitt með Leon C? Guð minn góður, ég held að þetta nýjasta með henni er nú bara tær snill sko. Já. Já, þegar ég heyrði það fyrst, sko þetta er nú bara snillt. Það er algjörlega límist í hausinn á máli. Já. En hvernig fannst þér hérna okkar útgáfa? Fannst þér hún vera kannski smá guðlast svona að vera að reyna að... Guðlast? Nei. Reyna að feta í fótspor Leon C eða... Nei. Ég held að við höfum allavega í dag... tekið það að skrifa að vera fyrstir með að kóvera Leon C útgáfi. Já, akkurat. Já, hann er bara það. En þú ert svona rest og þú ert bara saman okkur með Leon C. Já. Að sjálfsögðu. Ég er alltaf fersk og sko líka. Já. Því er ekkert annað. Nei, en ég segi nú bara svo búið að segja hér áður, hlökkum til að heyra næsta lag. Já, sjálfsögðu. Já. Við séum það bara í bíli. Nákvæmlega. Takk fyrir þetta. Já, bless. Já, síminn er 588-1994 ef að fólk hefur eitthvað að segja hana Leon C. Og við erum búin að vera að spjalla hana núna síðustu mínútunar. Út að saga, góðan dag. Já, góðan dag. Er það nýju mennir á stöðinni? Það passar. Herðu, við talum Leon C eða ekki? Jú. Ég er nú engin rasist eða nýttleis. Nei. Og hefur mjög gaman að henni þannig sé. Já. En ætti hún ekki miklu frekar
eiga heimi bara klámbransan. Hún var reyndar, ég get nú að sagt þér það, ég hef eitthvað stað að lesa það og held í mjög öruggum fréttamilur, hún hafi nú eitthvað tíma að starfa sem strippari. Já, hún var Já, nektadansmaður. Já. Já. Já, ég sá einu svona myndaðinu, ég held að það hefði verið í sjálfstæða fólki, þá var hún bara með nekta mynda af sjálfum sér upp á vegg. Já. Og kom þessi myndir til? Til? Já, vissu leyti, ég get nú ekki sagt það. Já, varla viltu fá hún út í klámið nema hún komið þér til, ég meina nema þú... Nei, það er náttúrulega til svo mikið af svona sjúku fólki sem fíla þetta, sko. Já. Eins og sögðu áðan, það eru fleiri menn sem vilja fara bara hálfa nöttum til að ná í svona Kaupfoss, sko. Já, eða panta þér heim yfir hálfa Já, nöttum. eða panta þér heim náttúrulega. Sem eru hættir við að fljúa og svona. Það er náttúrulega miklu meira riski, sko. Já. En hún er samt humoristi, sko. Hún er það, algjörlega. Já, herru, gangi ykkur vel, er þetta ekki fyrsti þátturinn ykkar? Þetta er bara alveg fyrsti þátturinn. Herru, þá vil ég bara þakka fyrir mig. Herru, takk sem leiðis. Og takk fyrir að hlusta. Já, það er svona, hlustendur nú einu mál það, hún er bara skemmtikrafturinn Leon sín. Þetta er yfirgnefandi stuðningun alltaf, við Leon sí. Algjörlega. Út að sagða, góðan dag. Góðan daginn. Góðan daginn. Herru, er þetta ekki Ísprinsessan? Jú. Ég er náttúrulega að segja það með þetta ömuleg músík sem hún er að spila. Nei, þetta er bara, þú veist, mitt álit. Já, ég verð náttúrulega að vera þitt álit, ég er bara ekki sammála. Nei, sko, þú mátt ekki haga það sem útvarpsþætti þannig að þú veist, þessi hringi inn með sitt álat og finnst, er ekki hrifnir að þessari músík, að þessi eru rasistar. Nei. Nei, þú lætur þannig við alla sér hringin í þáttina þér. Já, ég er nú ekki búin að segja við neitt að hann sé rasisti, en það var Jú, alltaf hana. nei, þú reyndar að segja áðan að það er gott að þú ert ekki rasisti, sagður við einn aðra. Já, það er alltaf gott þegar fólk er ekki rasistar. Jú, en það breytir því ekki, þú getur ekki sett samhengi þarna á milli. Já. Þetta er því bara og ef einhver er á hrósinni, þá er það bara gott mál. Það sjálfsögðu, sko, ég held bara að, einhver síður að það sé samhengi þarna á milli. Það er væntanlega hjá einhverjum. Þó að sé kannski hjá þér, ég meina, nú veit ég ekki, vona ég að þú sért ekki rasisti og alltaf. Nei, ég er það ekki, en þú tekur ekki allan hópin af því að kannski nokkru aðilar er að skemma fyrir hinum. Þetta er nákvæmlega sama að þú ert bara með kynþáttahattur og annað. Þú dæmir ekki allan hópin út frá nokkru einstaklingum. Nei, við skulum sjá að okkur með það. Er það ekki? Jú, og skammast okkar. Já. Það er áklæðinur. Já, bless. Já, svo nú það er svona, það er ekki allir sem hafa gaman að þessu. En það er nú bara einu sinni þannig, út að sagða góðan dag. Já, góðan og blessaðan dag. Góðan og blessaðan. Ég er að tala hérna ágætis, skemmtikraftur þarna Leon sí, ekki? Já. Jú. Já, hún er góð með sitt, en ég tekið eftir að fólk hefur ekki talað hérna kristilega tónlist eða tónlist og þróunina þar. Nei. Það er svolítið merkilegt. Er það ekki svolítið rasismi þarna í gangi? Nei, rasismi er á móti kynþáttum. Ég meina, það er þá eitthvað annað orðið yfir trúarfordóma. Nei, kynþættir er ekki eftir trú. Kynþættir er eftir bara erðafræði. Erðafræði. En finnst þér vera miklu fordóma gagnvart kristilegri tónlist? Já, ég get sagt þess að hún þróast mjög mikið og elst á alla vegu, en þessi þróun hefur ekki skilað sér í útvarpið. Nei, en fólk vil náttúrulega kannski ekki flagga einni trú frekar en öðrum ef að stöðin er ekki trúarleg. Sko, málið er það, sko, þetta er ekki beint trú sem það er að tala. Þetta er raunverulega bara staðreind rétt vísindi hvernig á að koma fram við fólk og kenna fólki að aga huga. Þetta er ekki annað. Sko, ég til dæmis er trúleysingi og ég myndi ekkert spila kristilega tónlist á mínu útvarpi. Ég myndi heldur ekkert kannski endilega spila tónlist sem að Þá varstu með fordóma gagnvart sjálfu þér að vilja ekki kynnast nýjum aga sem að gera það verkum að þér fara að líða vel. Ég er ósammála þessu, en ég hef kynst Leon sí og hún lét mér líða vel, þannig að það verður þá bara komið í staðinn. Já, það getur komið í staðinn líka, já, en ekki nóg til þess að fylla upp í tómið eins og kallið. Nú erum menn alltaf að finna eitthvað í tóminu, sko, og fólk finnst það bara lífið vera að hálfgjörð svona tóm og vantar eitthvað meira, sko, vantar meiri skilning, vantar meiri dýft. Og hvað lærum við að meiri dýft og meiri skilningi en nýja skilning og nýja þekkingu? Já, með vísindum. Já, það er nefnilega það. Og ég er að benda á það. Þetta eru vísindi sem að við Íslendingar og... Trú er ekki vísindi. Trú er trú. Vísindi er vísindi. Þetta er tvennt alveg. Nú skal ég koma með dæmi bara, svona til þess að útskýra þetta nánar.
Nú var í Póstulösunni hérna síðasta kafla sagt að Jesú Kristur fari upp í skýin og hann ferði Júnían náttúrulega í líkamann sínu upp í skýin og það koma 2 menn niður og segja svona menn að koma niður aftur. Hvað var að gerast þarna? Já, eitthvað svona svipað eins og í Hringadrottninssögu þar sem að Gandalfur flýgur eitthvað eða eitthvað svoleiðis. Já, sko, þetta var það nú 6 bátur sem að þeir sildu út í sólskinni, sko, þarna þeir átt að deyja, sko. Mér finnst nú flottar að fljúa á svona naskúl, satt að segja, sko. Já, mér finnst það skemmtilega sögur, Hringadrottninsaga heldur en Biblían, mér er svona meira aksjón, meiri drepnir og flottari skrýmsli. Já, ok. Þó að síðan alltaf vissleiti svolítið impressið að setja flóð, sko, og drepa eiginlega bara allan heiminn nema einn kall og konu og svo... Já, en það sem ég vil meina að þetta sé með vísindi, sko, ákveður segja þetta sé vísindi þarna sem ég er að tala um. Vísindi ég er vísindamaður, þannig að ef þú bara startar mig þá get ég ekki hætt, þannig að hérna, ég held að Gunni bara muni klippa á mig ef ég byrja. Ég geti að Jesú Kristur hafi bara aðra jarðstjörnu. En ég skal bara spila fyrir þig Kristið lag núna. Já, gerum við það, þá sínum við að við erum ekki ræstar. Ég get alveg sagt þér það nefnilega, ég er nefnilega ekki trúleysingi. Ég les Biblíuna reglulega og ég á mína trú, þannig að við erum meina 2 og hann kannski trúleysingi. En ef við komum með þessu hugsun yfir og þannig hugsunasti, þá erum við komið á réttan sannleika, sko. Já, en ég skal spila það fyrir rólegt og fallið lag sem heitir Here I Am to Worship og hljóð sem heitir Sóleinflút. Þetta er svona nýri útgáfa af þessu lagi frá árinu 2003. Fullt af skemmtilegu kristnu lög hana og hljóðsveitum sem er ungar og skemmtilegar og frískar. Já. Endilega kynna þetta, kíkja þetta á þetta hjá Ómut eða hjá Lindkin eða hjá Hvítasundsöfnu. Þeir eru nú að selja þetta í búðinni sinni þetta. Já, svo fáum við þig kannski bara hingað til að koma og svona reyna að kristna okkur. Já, það var ekkert mál, tónlistina. Við bara komið og reynda bara að konverta mér í beinni. Fellið með það. Ég ætla að spila það fyrir núna. Nei, ég er ekki hommi, ég er bara trúlaus, skilur við. Okay. Þú mátt alveg konverta mér yfir homma líka, þú getur, sko. Nei, það er mitt að reyna að koma með fyrir það að svoleiðis vitvilla fari til fólks. En það er svona vera leið einhvern inn að rétta sannleika og það er það sem að skipta máli. Herri, ég ætla að spila fyrir þig bara sérstaklega núna Kristið lag. Svo ég segjum alveg með alla og svo að segja jafnrétti hérna. Já, hafið gáður andans að leiðurlösi. Já, með mátturinn vera með þér. Bye bye.